Já, góðir hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi í aðdraganda kreppu. Rauða borðið er búið að vera hérna, í gær var þáttur númer 40, þetta er þáttur númer 41 og ég fór aðeins að hugsa aftur og það eru 9 vikur síðan að fyrsti þáttur var og í fyrsta þættinum kom Árni Daníel Júlíusson, sagnfræðingur, og við vorum að ræða svona búsaldabyltingun og arfleiðin hennar, hvort það væri eitthvað í arfleið búsaldabyltingunar sem myndi kannski nýtast fólki í að mæta fyrir sjáanlegri kreppu sem við töldum okkur sjá þá að væri að koma. Í þætti númer 2. Já, góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld eru hingað komin stór hópur af fræðafólki. Ég ætla kannski bara að byrja á því að kynna þau. Það er Eyja Brynjarsdóttir, heimspekingur, Íris Ellenberger, sem er sagnfræðingur, Gyða Margrét Pétursdóttir, kynjafræðingur, Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur og Silja Bára Ómarsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, þau eru öll við Háskóla Íslands, og Elmar Geir Unnsteinsson sem er líka heimspekingur við University College Dublin. Ástæðan fyrir því að ég fengi þau til að koma hér við Rauða borðið er að þau skrifuðu öll undir ásamt. Það voru 3000 háskólaborgarar víða heim sem skrifuðu undir yfirlýsingu sem að fyrirsögnin var á íslensku vinna, lýðræðisvæðing, afmarkaðsvæðing, endurreisn og þarna inni var töluvert svona róttæk sýn á samfélagið eða róttæk sýn á hvað þyrfti að gera til þess að bjarga samfélaginu og umhverfinu. Kröfur sem maður heyrir ekki oft á lofti hafðar hérna á Íslandi og þessum ákvæði að fá þetta góða fólk til þess að ræða við mig og ykkur svona innihald þess. En ég ætla að byrja á því að spyrja Eyju hvort þú getur svona útskipta aðeins fyrir hvað þetta er, hvað hópur þetta er, hvernig þessi yfirlýsing varð til. Já, hún varð til, það voru 3 fræðakonur ég held að séu Belgíu, Frakklandi og Bandaríkjunum sem skrifuðu þessa yfirlýsingu og upphaflega stóð held ég bara til að birta þetta í Le Monde og svo einhvern veginn æxlaðist það þannig að þær ákváðu að safna undirskriftum frekar en að senda þetta bara sem svona innsenda grein frá sér og þannig að það varð úr og þær fóru að safna undirskriftum og jafnframt semja við fjölmiðla víðsvegar heiminn að birta þetta. Þannig kom þetta nú til mín að ég sem sagt fékk þetta sent og var spurð hvort ég vildi skrifa undir og svo í kjölfarið þá var ég fengin til að koma þessu á framfæri við fleiri hér á landi. Þannig að þú bjóðst til svona keðjubréf og sendir á félaga þína og sem að sendið eitthvað annað og úr því varð að ég taldi 10 Íslendinga, þetta var náttúrulega 3000 nöfn, ég las þetta ekki alveg gaumgæfilega, ég notaði bara svona að leita dóttir og svona, þá gæti ég fundið hvað eru margir Íslendingar í þessu. Þegar ég fann einhverja svona 12, voru margir sem að sögðu nei? Ég held að ég hafi sendt á kannski svona 30 manns og það var svona, já, tæplega helmingur sem skrifaði að þeim. Ég náttúrulega svona sendi kannski aðallega á fólk sem að mér fannst þesslegt að það gæti haft áhuga að skrifa, en svo sem veit ég ekkert það hvort aðrir sem ég hef sendt á hafi reynt að fá einhver aðra. Já, og veist ekki af hverju, þú veist hvort að þeir sem ekki skrifa undir, af hvaða ástæðum það var, það gæti verið bara að fólk var ekki búið að kíkja í pósthólfið sitt. Einmitt, þannig að það borgar sig nú að draga ekkert of miklar ályktanir fólk þó það hafi ekki skrifað. Nei. En Silja Bára, þegar þú ert stjórnmálafræðingurinn, mér fannst þetta að vera svona róttækni í þessu. Mér fannst þetta krafan svona lýðræði í atvinnulífinu, að það var ekki nóg að lifa í svona lýðræðis samfélagi þar sem við erum að kjósa svona, heldur við að hafa lýðræði þennan þegar stærsta vökutíma okkar sem við erum í vinnunni á öðrum. Þetta eru svona hugmyndir sem að hafa raunverulega ekki verið hátt á lofti svona síðustu 40 árin. Sænskir sósíaldemókratar voru með svona aukið völd verkafólks á vinnustöðum sem byrjuðu að sofna upp úr 1980. Þetta er krafa sem ekki hefur verið hátt á lofti. Nei,
ég held að það sé nú kannski einmitt ágætt eins og Eyja nefndi hérna í byrjun að þetta kemur frá sko 3 konum, þetta er í grunninn sko rót feminist ákall líka að það er verið að tala að breyta öllum valdakerfum og vefengja þá strúktúra sem að ríkja víðast hvar í okkar lífi og þar á meðal á vinnustöðum og ég held að þetta komi upphaflega frá konum og þessar konur sem að leiddu þessa söfnun að þær eru að kalla eftir breytingum ekki bara á mörkuðum heldur inn á vinnustöðum, inn á eða sem sagt að breyta hérna í umhverfismálum og fleira og þetta eru svona hugmyndir sem að maður heyrði kannski sko eftir efnahagshrunið 2008 og hérna svona þú veist nú þurfum við að gera hlutina öðruvísi og það rann svolítið út í sandinn og áður en að maður gat snúið sér við að þá erum við aftur komin í kapphlaupi við að uppfylla drauma kapítalismans og þannig að núna er kannski nógu skammt á milli svona kollsteypa að við höfum tækifæri til þess að ekki sko reyna að rifja upp leksíurnar sem að komu af stóra hruninu kannski 1929 og efnahagskreppunni þá heldur einmitt að við vitum hvað gerist ef við grípum ekki inn í eftir að svona skellir koma á hagkerfi og stjórnmálakerfi og þá er hægt að vonandi hægt að ég rifja upp hvað misheppnaðist síðast og breyta einhverju. Já, Gyða, hérna rætur í femínískri baráttu, femínískum hugmyndum. Já, algjörlega og það sem hefur líka verið 3 konur innan háskólasamfélagsins og svona fyrir mér tengist þetta líka náttúrulega hvernig þessi svona markaðsvæðing hefur spilað inn akkurat innan háskólana eins og í Háskóla Íslands sem er nú talin hafa gengið svona talsvert langt í þessari þróun, hvort sem við kennum það við nýfrjálshyggju eða markaðsvæðingu og það er auðvitað svona samtvinnað, að það hefur einmitt sýnt sig að það það bitnar fremur á konum og það gerir það líka verkum og þessu hefur verið líkt og annar kollegi okkar hefur einmitt líkt þessu við hvernig það fara að reka háskólan eins og sko smjörlíkisverksmiðjur. Og við tölum svona baunatalningar, við teljum fram allt sem við gerum og það setjum við upp í eins konar Excel-skjal og allt þetta talið fram og það er svona hluti þetta af þessari svona nýfrjálshyggju og kapitalísku markaðsvæðingu sem er auðvitað að vera að andæfa því að síðan er þetta mjög svona mannfjandsamleg stefna og það er auðvitað það sem að finnst mér að kóið hafi svolítið kallað á og fólk er einmitt farið að kannski við það að staldra örlítið við eða breyta örlítið takt að þá líka verður svona kannski ákall að gera þá einhverja breytingar til framtíðar. Það myndi eins og Silja að segja, það er svo stutt frá hruninu að það er líka svona kannski kveikir svolítið í okkur aftur að við sem að kannski bárum einhverja von í brjóstum að það eru einhverja breytingar þá að núna kannski upplifum við að það sé aftur lag á að koma á einhverjum breytingum. Og er það þannig eða er það að leggja þetta fram að því að það er svona skylda ykkar til þess að benda á þetta, hafið þið trú á því að þetta hafi afleiðingar? Sko allt skiptir máli. Ef við heldum að það skiptir ekki einhverju máli þá myndum við ekki gera það og mér finnst alltaf svo vænt að grípa til líkingar sem Gloria Steinem notar, hún talar sig sem hópaholic, svona bjartsýnis alki og það er auðvitað það sem að kannski mörg upplifa er svona kannski drifkrafturinn og ekki síst ef við stundum femínískar rannsóknir og þá er alltaf markmið ekki bara að kortleggja heiminn, heldur líka að breyta heiminn. En þarna þetta er náttúrulega stutt yfirlýsing, þannig að hún er ekki farið nákvæmlega út í framkvæmd, en þó, það er nefnt svona konkrét ákveðnir hlutir eins og að svona verkalýðsráð innan fyrirtækja hafi sömu völd og stjórnir fyrirtækja sem þá stjórnir hluthafanna. Að það verði búið til þannig að þau hafi álíka mikið völd. Íris, hvað heldur að það séu svona margir í svona kapitalíska heimi sem eru að reka stórfyrirtæki sem að
það ekki undir eða bara hafa velt í fyrir sér að þetta gæti raunverulega verið krafa sem að gæti komið fram nú? Örugglega ekki margir, en það eru samt þó fordæmi fyrir þessu fyrirtækju Spáni við Argentínu einmitt sem voru í rauninni lýðræðisvæddi kjölfarið á kreppu, þar sem að starfsfólkið á gólfinu fékk lýðræðisleg réttindi innan fyrirtækisins og ákvarðanir eru þar teknar á lýðræðislegum grunni. Ég held að þau séu örfá. Og það var eitthvað verið að ræða þetta einmitt þarna í síðasta hruni og þá var þetta náttúrulega bara þótt þetta algjörlega fjarstæðukennt að þetta væri eitthvað sem að væri eitthvað sem hægt væri einu svona ímynda sér. En mér finnst sko með þessari yfirlýsingu og svona kannski tónninn svolítið í umræðinu núna vera að margt sem að var óhugsandi fyrir kannski 12 árum það kannski ekki lengur. Hvort að fyrirtæki eigendur taki undir þetta, mér finnst það ólíklegt, en eins og Gyða segir, sko, allt skiptir máli, þannig að ef við tölum þetta núna, að þá einhvern veginn og höldum áfram að velta þessum möguleikum þessum hugmyndum fyrir okkur, að þá verður þetta alltaf fólk alltaf auðveldra með að ímynda sér að þetta geti, eitthvað þessu líkt getur raunverulega átt sér stað. Þetta heldur ekki í stefnuskrá stjórnmálaflokka. Þetta reyndar eiginlega flest af þessu á við stefnuskrá sósíalista, svo ég segi það nú. En ég held þetta sé ekki að finna í samfylkingunni þessi krafa lýðræðisvæðingu atvinnulífsins eða ég veit ekki með VG, það leiðir til mig ef einhver þekki það betur. En þetta hefur ekki verið svona í almennri stjórnmálumræðu heldur, þannig að kannski rangt hjá mér að taka dæmi endilega af fyrirtækjunum að þau kannski þekktu ekki umræðuna, en það eiginlega þannig að þetta hefur ekki verið í deiglunni í bara áratugum saman. Nei, ég myndi ekki halda það. Það var reyndar ákveðin félagsskapur sem að var að ræða þessa hluti þannig upp úr síðasta hruni. Og svona, fékk einhverja athygli fyrir það, en svo náttúrulega, fórum við kom einhvern veginn kapitalismin aftur og allar þessar svona, miklu áhugaverðar hugmyndir og hugsunir sem voru í gangi þá, einhvern veginn svona, svolítið svona liðið undir lok, en það náttúrulega einmitt sko áhugavert eins og Silja segir, að sjá hvað gerist núna, þegar það er svona stutt á milli, að sjá einhvern veginn hvort við náum að einhvern veginn búa til eitthvað momentum til þess að ná raunverulegum breytingum. Ég held að þessi yfirlýsing, sko, sama hvað okkur finnst sko svona tiltekna lausnir sem eru þarna teknar sem dæmi, að þá held ég hún sé mjög gott skrif í áttina til þess að fara að einhvern veginn að reyna að ná einhvers konar momentumi til þess að ná fram raunverulegum breytingum. Kannski ef ég má skjóta aðeins inn það sem að sko situr rosalega í mér eftir hrunið áherslan sem var alltaf lögð á endurreisn, ekki á sko uppbyggingu, ekki á umbreytingu, heldur alltaf á að byggja upp það sama og var. Og það sem að kannski blæs manni smá von í brjóst núna að hversu margt fólk að tala að það sem var, það sem við töldum vera eðlilegt ástand, hafi ekki verið eðlilegt. Og þessi gríðarlega áhersla á bara til dæmis hagvöxt og bara vöxt alltaf hrein, frekar heldur en að hugsa umhverfið og á allt sem við framleiðum að það kemur einhvers staðar frá og það endar einhvers staðar. Breytingi sem eru orðið á þessum 12 árum frá efnahagshruninu, til dæmis bara með meðvitund sorp og plast í kringum okkur og allt þetta. Þetta svona kannski, gerir mann kannski aðeins bjartsýnni á það að það sé hægt að byggja upp nýtt frekar heldur en að endurreisa það sem var. Ólafur, við höfum stundum talað að hérna við Rauða borðið, þú veist hvort að það svona þekkt í sögunni að áföll geta leitt til góðra hluta, það bara þannig. Kóleru faraldurinn leiddi til þess að vatnsveitur voru lagaðar og vært ferskt vatn inn í fátækrahverfin og kreppan mikla og heimsstyrjöldin gat að sumu leyti af sér sko svona jafnaðar samfélag á Vesturlöndum meira heldur en hafði verið og meira kannski en núna. Svona 2 áföll í röð, 2008 og 2020, heldur að það geti verið svona nóg til þess að fólk leyfi sér kannski að hugsa aðra
nýja hugmyndir frekar heldur en að fara út í það að endurreisa það sem var í einhverju paník og ótta? Já, ég held að áföll augljóslega geta gert það og þau neyða okkur stundum til að hugsa nýtt. Ég held að kannski það sé líka skipti máli í þessu sambandi að kannski öðruvísi en 2008 að þetta áfall sem við erum að verða fyrir núna, það svona afhjúpar brestina í samfélagunum með öðrum hætti og svona einhvern veginn já, til dæmis upplifum við allt í einu að við getum einhvern veginn ekki hvað við segja, lifað sem næstu sem samfélag, við erum einhvern veginn öll í fjarlæg hvert frá öðru og við uppgötvum svona mikilvægi þess að geta verið í nánd og geta treyst og annað slíkt, þannig og við sjáum líka, við skoðum á svona hvernig þessi faraldur hefur haft ólík áhrif í ólíkum löndum að syns það svona við þjappar hann fólki saman og eflir svona kannski trausta á stofnanir samfélagsins, vissa stofnanir að mista kosti en annar staðar þá bara þarf að kalla til herinn og beita ofbeldi til þess að einhvern veginn að halda einhverju annarkvort halda röð og reglu eða halda fólkinu niðri eða hvað það er. Þannig að ég held að þetta afhjúpi svona með svolítið veigamiklum hætti bresti í samfélagunum og líka kannski upplýsir varpa ljósi á það sem er gott í samfélagum. En vandinn er samt sem áður sá að svona áfall eitt og sér það þó að kalli á breytingu þá er ekkert víst að við sem einstaklingar séum eitthvað tilbúin að breyta okkur. Við bíðum eftir að koma einhverja breytingar í umhverfinu sem að séu þannig að við þurfum ekki að breytast. Við getum bara haldið áfram að fara aftur í sama farið og að því leitinu, ég held að sé alveg hætt á að það gerist núna alveg eins og það gerðist eftir hrunið 2008. Og það hrun augljóslega kallaði á breytingar. En ég held að fólk bara almennt, það var ekki tilbúið til þess að breyta. Það vildi bara hafa sína neyslu og enda sá við það að það leið ekki á löngu þangað til að neyslan var komin á sama skrið og skeytingarleysi gagnvart umhverfinu alveg gegndarlaust. Það kannski þá, ef að þetta er eins og sár, að það er þekkt bara í lífi fólk sem að verður fyrir miklu áfalli, lendir í slysi og það verður svona mildara í sálinni lengi og eftir, svo grær það sárum sínum og verður þá oft sami hlunkurinn og það var áður. Ég þekki alltaf menn sem hafa gert í svoleiðis og það má segja það eftir hrun að þjóðin náði ekki í gegn breytingunum áður en hún greri í sára sinna. Þannig að þegar fólk var orðið hætt að óttast hrunið og komið svona í gegnum það, að þeir náðu ákveðnum breytingum þannig á tímabilinu, að við fælt ríkisstjórn og skiptum stjórn í Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu sem var gerð krafa hérna niður á Austurvelli, búið til rannsóknarskýrslu eftir þjóðfundar og byrjaði undirbúa stjórnarskrá og það var ýmislegt gert bara á mjög skömmum tíma. Svo einhvern veginn þegar sárin voru einhvern leyti gróin og fólk svona hætti að halda maður ætti bara að vera í lopapeysu og borða slátur og vera heima og hugsa fólki sitt að þá einhvern veginn hvarf þrýstingur. Er það ekki? Já, við bara jöfnuðum okkur á þessu hruni og komumst bara aftur í sama farið. En ég vona bara að við jöfnum okkur ekki á þessu. Við eigum ekki að jafna okkur, við eigum bara að læra og við eigum ekki að vera jöfn eftir þetta. Já, og við þurfum að breyta ykkur, því að það þú talar svona traust á stofnanir samfélagsins myndi oft vaksa við áföll, en þegar maður lesi yfirlýsinguna þá er eiginlega ekkert verið að vísa í eitthvað sem er gott í samfélaginu, það er eiginlega verið að krefjast breytingar á grundvallarþáttum þess, setningu eftir setningu. Það er ekki verið að segja við eigum gott samfélag og þurfum að laga það aðeins, það er eiginlega krafa að breyta samfélaginu í grundvallaratriðum. Já, ég held að þessi krafa afmarkaðsvæðinguna, það er krafa sem þarf að ná inn í hugarfarið. Ef hún nær ekki inn í hugarfarið þá mun ekkert gerast, held ég. Elmar, ef ég má aðeins staldra þetta með áföllin, því ég hef verið með fólk í ýmsum kynslóðum og það var, kom svolítið áberandi fram hjá fólki sem var svona ungt 2008 og var að fá svo aðra annað áfallið í hausinn kannski bara hálnað á fertugsaldri. Það er kynslóð sem að, ef maður horfir aftur í söguna, þá er ekki kannski marga kynslóð sem hafa fengið 2 svona högg á skömmum millibili og mér fannst öðruvísi viðhorf hjá þessu
fólki, heldur en þeim sem höfðu kannski jafnað sig eftir síldarhrunið 68 og annað slíkt. Heldurðu að ég bara veltaði fyrir mig hvort að þessi tíma sem við lifum séu þannig að við eigum að láta sem að þeir muni leiða til einhverja breytinga eða hvort þetta sé svona okkur ber skylda til þess að benda á að ætti að breyta ykkur án þess að við kannski höfum raunverulega trú að því að gerist. Heldurðu að við séum núna við einhver vatnaskil í hugmyndu fólks samfélagi? Ja, þetta náttúrulega mjög stór og erfið spurning. Ég veit í rauninni ekki svarið. Ég vil eins og margir aðrir reyna að vera bjartsýnn og þess vegna finnst mér eðlilegt að leggja nafn mitt við svona yfirlýsingu. En það má einmitt velta í fyrir sér hversu mikil áhrif það hefur. Ég hef trú á því að mín kynslóð sem gekk í gegnum hrunið á miklum mótunartíma á sínu æviskeiði sé kannski opnari fyrir ýmsum breytingum, jafnvel kerfislægum breytingum en kannski margir aðrir. En oft snýst þetta bara það nákvæmlega hvernig við ákveðum svona að selja hlutina einhvern veginn vegna þess að það alveg rétt eins og við komum fram hingað til að þessi yfirlýsing, hún róttæk, en það bara í raun ákveðin ákvörðun að setja hana fram með róttækum hætti inn í umræðuna eins og hún í dag. Ég held að það sé mjög gott og sniðugt. En það hefði líka mátt alveg benda á það að, ég meina, lýðræðisvæðing getur þýtt svo rosalega margt. Ég meina, ef við hugsum það hvaða áhrif lýðræðið á Íslandi hefur haft á til dæmis reglur stjórnanir fyrirtækja á Íslandi, þá það í raun á ákveðin átt lýðræðislegt af því að við búum til ákveðna reglur og fulltrúar okkar koma þeim í verk og þannig höfum við stjórn á, höfum við einhver völd yfir því hvað eigendur og stjórnir mega gera í fyrirtækjum sínum, hvers konar áhrif þeir mega hafa á líf þeirra sem þeir hafa stjórn yfir. Þannig að við trúum á lýðræðið og það það sem svo mikilvægt í þessari yfirlýsingu að bera saman það af hverju við erum svona rosalega sannfærðir að samfélögum ætti að stjórna lýðræðislega en einhvern veginn svona rosalega erfitt fyrir okkur að bara ímynda okkur að það sé gæti verið góð hugmynd að stjórna fyrirtækjum þannig líka. En oft finnst mér eins og þessi það að lýsa þessu sem tveimur pólum sé bara pínlítið skrítið vegna þess að auðvitað verða allir að viðurkenna það einhver lýðræðisleg stjórnun á fyrirtækjum bara með þeim reglum sem við setjum okkur sem samfélag og ein leið til þess að hugsa þessa yfirlýsingu að það hefur ekki virkað nógu vel hingað til að setja bara reglur. Við þurfum kannski að minnskosti hugsa okkur að aðrir möguleikar séu í stöðunni eins og að beinlínis hafa bara beint lýðræði inn í fyrirtækjunum og þetta held ég að sé einmitt eitthvað sem gæti höfðað til yngri kynslóða en ég get ekki spáð fyrir það nánar verði að segja. En þá ef við segjum að þessi lýðræði í dag í samfélaginu og lýðræðisvettvanginum og inn í fyrirtækjum, að þá þetta kannski krafa svona valddreifingu, að það sé ekki nóg að við kjósum okkur einræðisherra eða einhvern sem eins og fyrirtæki oft rekið bara eins og keisaradæmi, að krafan raunverulega valddreifingu og að það sé eitthvað valjú í því að dreifa valdinu vegna þess að það komi skynsamlegri ákvarðanir út úr því og betra samfélag. Já, einmitt, ég bara nákvæmlega sammála því. Ég var einmitt bara að lesa í dag að hún Elizabeth Anderson sem hefur skrifað svolítið þetta og ég þekki svolítið til að hún sagði einhvern tímann að það eins og að segja að Mussolini hafi ekki verið einræðisherra eða eitthvað að segja að við getum bara flutt okkur af því að við erum bara að selja vinnuafl okkar að við getum flutt á milli vinnustaða en auðvitað gátu Ítalar ekki flutt auðveldlega milli landa. Auðvitað eru fyrirtækja eigendur á vissan hátt svolítið miklir einræðisherrar af því að völdin sem við höfum sem starfsmenn eru ekki sambærileg við þau völd sem við höfum sem lýðræðislegir þegnar. Já, Ítalir hefði getað flutt í Þýskalands í Hitlers Þýskalands eða líkaði ekki við Mussolini. Það kannski ekki góður valkostur. En þessi krafa að þessa valddreifingu sem
sem svona trú á því að fjöldinn og fólkið og samfélagið hafi vit, ekki að við sögum að kjósa okkur hinn sterka til þess að stjórna fyrirtækjum og hinn gáfaða til að stjórna ríkinu. Þetta svolítið svona eftir nýfrjálshyggju, þá þetta róttæk krafa og sem svolítið skrítið þegar maður að segja það, því að þetta ætti nú að vera bara hjartað í lýðræðinu okkar. Sko. Já, ég held að það sé, hún kannski róttæk þessi krafa fyrst og fremst af því að við erum búin að festa okkur í einhverju svona hugsun það hvernig hlutirnir hljóti að vera, hvernig þeir eigi að vera og við verðum einhvern veginn mjög vanafest þannig og þannig okkur fyrir að hætta til að líta svo á að eitthvað sem að í rauninni bara kerfi byggt á mannasetningum sem að við höfum búið til að það sé eiginlega bara eins og náttúrulögmál að það vald eigi að skiptast eða dreifast með tilteknum hætti og fjármagn eigi að skiptast með tilteknum hætti og sem að tengist alltaf svona alls konar hugmyndum eignarrétt meðal annars þannig að í rauninni hvaða krafa sem breytingar á þessu svona stirðnaða kerfi hún dæmd til að vera róttæk, hún virkar alltaf róttæk af því að þetta en í rauninni þá held ég að sé mikilvægt að nota tækifæri eins og núna þar sem að erum þvinguð til þess að endurskoða svolítið bara lifnaðarhætti okkar að það svona opnar á möguleikann að hugsa sér að hlutirnir þurfa ekkert að vera svona, það eru alls konar aðrir möguleikar í boði en við erum ég held að manneskjan sé mjög bara svona mikið vanadýr og mikið af hegðun okkar byggist á vana og þannig að ég held að einmitt svona tækifæri þar sem að við erum þvinguð til þess að breyta út af vananum, við komumst ekkert upp með það og höfum ekki komist upp með þetta farna vikur að lifa nákvæmlega eins og við erum vön að gera, þá það tækifæri til þess að svona átta sig á möguleikanum á því að það ýmislegt sem að getur alveg verið öðruvísi. En ef þetta snýst valddreifingu og lýðræði, þá það líka, það ekki þannig eins og ykkur sé að hrifsa völdin, það líka þannig að almenningur tregur til þess að taka þátt, það erfitt að fá fólk til þess að taka þátt í verkalýðshreyfingum og almannasamtökum, erfitt fyrir fólk að bara vera í húsfélaginu sínu, þannig að kultúrin í samfélaginu heldur ekki þannig að fólk sé að biðja að fá svona þátttökulýðræði og vera virkur í samfélaginu, heldur hefur frekar svona, kannski uppalega var þetta talað niður, það þótti vera falskt að halda því fram að ég geti unnið fyrir annað fólk, að opinberi starfsmaðurinn væri raunverulega bara að hugsa sjálfa sig og verkalýðsforkólfurinn væri bara að hugsa sjálfa sig, þannig að það svona margra áratuga baráttar gegn svona valddreifingu og virkri þátttöku almennings í samfélagi. Og ég held að það sé það er auðvitað partur af nýfrjálshyggju hugsuninni sem að hefur orðið mjög ráðandi að það sé í rauninni eigingirni sem að sé bara drifkrafturinn í ákvörðunum og lífi okkar allra og sem að svona gera það verkum að fólk kannski þroskar ekki hjá sér alveg nógu mikið svona þessa hugmyndafræðirunni að þessa svona samstöðu og samvinnu hugmyndafræði sem kannski höfum við tækifæri núna til að opna eins meira á hana.
Þetta svona afstjórnmálavæðing, ef þetta stundu verið kallað, Silja. Þú ert stjórnmálafræðingur á tímum afstjórnmálavæðingar. Já, sko, ég reyndar að nota, já, ég nota kannski afstjórnmálavæðingu aðeins sem kannski einhverjum svona tengdu að það er frekar sko hlutir sem að kannski ættu að vera skýr lagamerki eða skýra lagasetningar en eru færð út af sviði stjórnmálana. Ég myndi kannski frekar svona þetta sem að þú varst að tala Gunnar Smári og eigi að bregðast svona svipað við því eins og ég var að hugsa að þessi tregða fólks til að taka þátt í félagsstarfi og bjóða sig fram og svoleiðis að hvort þetta sé ekki einmitt sko frekar afleiðing markaðsvæðingar, að við eigum að nota okkar vökustundir annarkvort til þess að sem sagt, vinna fyrir peninga eða þá að eingöngu til hvíldar, og það vantar þarna inn í það að þjóna samfélaginu eða reyna að hafa áhrif á samfélagið til að breyta því. Og ef við hugsum það að bara þetta kapphlaup sem við erum alltaf í langflest einhvern veginn að eignast betra heimili, eignast fleiri hluti, stærra, betra, meira, að þá náttúrulega það skynsamleg ákvörðun fyrir einstaklinginn að velja frekar að vinna heldur en að vera gjaldkerinn í húsfélaginu, sko, þar sem að öllum er sameiginlegu ábyrgðina. Þannig að já, ég held að það sé svona að hugmyndafræðin, en síðan sko þegar allt í einu við sjáum að það er hægt að lifa öðruvísi, við þurfum ekki öll að fara til útlanda annað hvern mánuð, eða einhvern veginn uppfylla þessa svona varpa þessari ásýnd fram, að þá kannski slaknar allt í einu bara á kröfunum líka, og þá gætu við haft tíma til þess að leggja okkur fram til að breyta einhverju. Til þess að fólk taki þátt, að þá þarf að hafa trú á því að hafa eitthvað áhrif á það. Og það ekki líka svona arfleið síðustu 40 ára, að þú talar það, Silja, að það hefur verið flutt út á markaðinn af kannski svona lýðræðisvettvanginum, að ákvörðun það hvernig framtíðin ætti að vera, hún var svolítið flutt frá lýðræðisvettvanginum, að við erum ekki að kjósa það hvernig framtíð við ætlum að byggja, hvernig samfélag við ætlum að byggja, vegna þess að fólk misti trúna og því að það væri raunverulega tekin ákvörðun það á sviði ríkis eða sveitarstjórna, heldur var það þannig að framtíðin kæmi, ef við létum bara markaðinn í friði, þá kæmi markaðurinn með framtíðina, með tæknina handa okkur og lausnirnar handa okkur, þannig að raunverulega var engin svona krafa á okkur einhvern veginn að vera að ræða það hvernig samfélag við ætlum að búa til, því að það var eiginlega ekki að dagskrá. Já, þetta auðvitað orðaðið síðustu 40 ára. Það alveg frá Washington Consensus, frá því að Reagan og Thatcher koma fram á sjónarsviðið í Bandaríkjunum og Bretlandi, að þessi einhvern veginn að hið opinbera sé ógn við velferð almennings frekar heldur en eitthvað sem að verndar það og verndar almenning og styrkir. Og einmitt að láta markaðinn vera og þessi trú á markaðurinn komi með lausnirnar, en nú höfum við einmitt séð að þegar markaðurinn látin einráður til dæmis á lyfjavettvanginum, að þá keyrir hann upp verð og núna eru fréttir að berast af því að Bandaríkin og Bretland ætli að þau standi gegn því að gera bóluefni að almenningseign, sameiginlegri eign allra ríkja heimsins, þannig að það geti við getum öll fengið aðgang að því, heldur vilja reyna að nota markaðsstöðu til þess að komast frekar að því. Þannig að við kannski erum einmitt farin að sjá merki þess að markaðurinn einráður er ekki, eða farin að viðurkenna það, að markaðurinn einráður er ekki öllum góður allavega. Eitt svona varðandi hvernig hægt að ná fram breytingum, að alþjóðahreyfingar hafa risið og hnigið og stundum þær breiðar en ekki sterkar, og það er svona alls konar á því. Occupy Wall Street, til þess að þið voru að tala svona lærdóminn af 2008, að mikið af því kom eiginlega fram fyrir hrun. Orðræðan eftir hrun hafði öll komið fram í Occupy Wall Street, sem að einhver hluta vegna náði ekki svona árangri, stoppaði einhvern veginn og kafnaði, var náttúrulega sumulítið bara barið niður. Þeir sögðu að ræturnar í þessari yfirlýsingu væru inn í feminísma, í femíníska baráttu, femíníska orðræðu.
möguleiki á því að kvenfrelsishreyfingin sé núna svo sterk og öflug að hún geti fóstrað og stýrt svona umræðu og orðið svo farvegur að ná fram umtalsverðum breytingum á samfélaginu. Þetta er enda þér að gera. Það alltaf stóra spurningar í þessu þætti, sko. Þetta er enginn af þessu þætti, það var bara stóra spurningar. Já, ég óska þess, en sagan náttúrulega kannski hefur kennt okkur hið gagnstæða og það er svolítið áhugavert að sjá að því að orðræðan núna er einmitt svolítið á þetta að konur séu öðlast aukin völd og það sem við sjáum með þetta á sama tíma að völdin eru þá á sama tíma kannski að færast annað. Þannig að það skapast á tækifæri fyrir konur og á sama tíma eru völdin að færast annað. Þannig að það er til dæmis eitt sem að ég myndi þá svona hafa í huga sem kannski svar við spurningunni. Og að andstæðingurinn er lunginn, hann þið eflist, að hann kemur alltaf ráð við því. Já, og það er til dæmis fræðikonur eins og Silvia Volpi og Cynthia Enloe tala þetta, hvernig svona feðraveldið, það birtist bara í nýrri mynd, það finnur sér alltaf leiðir til þess að endurskapa sjálft sig. Þannig að það er svona það sem að við myndum hafa í huga. En síðan kemur svona á móti, ég veit ekki, ef ég held í vonina, að þá auðvitað í svona, þú varst að tala þetta væri sko róttæk yfirlýsing, en hún á samt sem áður að þá kannski byggir hún á einhverjum svona hugtökum sem að eiga samt sem áður svona rætur sínar bara í feðraveldinu, þannig að kannski er hún ekki nægilega róttæk. Og eins og Audre Lorde sagði, að það er ekki hægt að nota þessi verkfæri húsbóndans til að brjóta hús hans niður, þannig að kannski þurfa að hugsa þetta með bara einhverjum allt öðrum hætti, kannski í rauninni skortur okkur hugtökin til þess að vera nægilega róttæk til þess að koma fram með hugmyndir sem að eru ekki bara einhvern veginn svona kroppa í það sem er fyrir, heldur myndu svona vera einhver svona hreyfiafl í átt að einhvers konar breytingu. Þau eru það sem er orðið endurreisn í fyrirsögn sem bendir til þess að einhvern tímann hafa allt verið gott, sem er líklega eitthvað sem að feministar eiga erfitt með að. Já, akkurat. Það vísar auðvitað til endurreisnar náttúrunnar eða umhverfisins. Já, það er mótmælið því ekki. Hvað segir þú, Íris, þegar ég að tala um þessi róttækt, þá er ég náttúrulega bara miðað við svona almenna umræðu á samfélagsumræðu á Íslandi í dag. Það er raunverulega, það þarf ekki að fara nema að rétta eins aftur í sögunar, þá var margt að þessu bara ekki róttækt, sko. Það voru samfélagslega rekin fyrirtæki, samvinnufélög og bæjarútgerðir sem að byggðu upp og auðvitað mistókst þeim svo sem lýðræðisvæðingin innan fyrirtækina, heldur byggðu þau kannski upp svona valdapíramíta og hefðu ekki átt að gera það, en þau höfðu svona meiri möguleika til þess núna þá heldur en kannski einkafyrirtækin í dag. Og þessi róttækni er, að því að við erum að tala um hvaða áhrif feministar gætu haft á samfélagsumræðina, eru þessi áföll 2008 og 2020, eru þau að gera feministku hreyfinguna róttækari og kannski með öðruvísi svona samfélagslegt hlutverk. Er það eitthvað svoleiðis sem við getum verið að sjá? Já, mögulega. Ég reyndar hugsa aldrei feministka hreyfingu sem eitthvað eitt. Heldur feminismi mjög margbrotin og margar svona fylkingar innan hennar sem að kannski eru ekkert alltaf sammála. Það sem ég finnst kannski kom mjög sterkt inn núna að ég finnst svo feministka orðræða sem í gangi, mér finnst meira svona intersectional mörguleiti heldur hún hefur verið. Það er svona meiri áhersla á að tvinna saman feminisma og stéttabaráttu, sem að mér finnst mjög bara þarft og áhugavert að það sávinkil að koma mjög sterkur inn sem að held ég bara í fyrsta skipti í mjög langa tíma á Íslandi sem að maður heyrir þannig. Þar var þetta að tala um endurreisn, það er maður að tala um endurreisn og þetta var hluti af rauðsóknarhreyfingunni? Já, mögulega, en þannig að mér finnst að þetta vera að hafa einhvern veginn svona áhrif á feministka orðræðu og líka hefur verið að hafa áhrif á hana einhvern veginn svona á síðustu árum náttúrulega þessi barátta sem að verkakonur hafa verið í hefur held ég skilað sér
margfalt inn í íslenskan feminisma. Þannig að maður er að sjá alls konar áhugaverðar þróun sem ég hlakkast til að sjá hvernig þróast. Því allavega mínum að ef að feminismi og feministkar hreyfingar eru einhvers virði að þá eru þær þá skoða þær stöðu kvenna og ólíkra undirskipaða hópa saman og tvinna þetta saman í sínum áherslum, sínum hreyfingum. Því annars í rauninni getur við fallið þá gryfju að vera að berjast fyrir þeim konum sem mest völdin hafa, sem allavega mínum að ekki það sem við viljum vera að gera. Má ég aðeins bæta við þetta að það sem að fræðafólk svona almennt sammála að allar krísur, hvernig sem það birtast, að þá hafa þær alltaf alvarlegri áhrif á undirskipaða hópa. Og það með það sem Íris að tala að hvernig fyrst það samtvinnast þarna kyn og síðan aðrar breytur eins og fötlun, eins og kynþáttur og svo framvegis. Þannig að það eru alveg ljóst að COVID og mun hafa alvarlegri áhrif fyrir þessa hópa heldur en það hópa sem í forréttindastöðu. Og það svona samkvæmt þá, ef við trúum á að það getur verið hreyfafl til breytinga, að þá vonandi mun það hafa þau áhrif að staða þeirra hópa síðan í kjölfarið mun breytast. Þannig að það verði okkar sameiginlega baráttumál. Það er líka svona berjast fyrir þeim jöfnuði. Það sé þetta svolítið hugsun í aðgerðum stjórnvalda víða heim og fannst ég líka geta lesið þetta út úr hinni réttu leið sem Alþýðusambandið var að kynna, sem var einhvern veginn á þá lund að ef við erum að verja almannafé til þess að endurreisa eða mæta kreppunni, að þá fylgir því ákveðin erindi og ekki síst það að þá ber okkur að vernda mest þá sem að veika standa. Og þetta finnst mér vera svona tótt sem að maður heyri núna, sem að minnir mann bara á Johnson Ann Arbor, þar sem hann sagði einu réttlætingi fyrir því að halda formlegt samfélag á millum okkar væri að vernda hinn veikustu, einhvern veginn svona ef ég gerði þetta í minni. Mér finnst það svolítið að þessi hugmynd sé að koma sterkar inn núna á svona stærri vettvangi. Þetta heyrir maður bara óma innan úr Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD og svona stofnunum sem að hugsuðu raunverulega ekkert annað en að bara keyra áfram alþjóðavæddan fjármálakapítalisma bara fyrir nokkrum miskum. Ég kannski full bjartsýnn. Merkið eitthvað svona breytingar? Það eru auðvitað gríðarlega mikla breytingar á umræðu bara stöðu fólks á vinnumarkaði sem hafa voru farnar af stað, til dæmis bara með umræðum borgaralaun vegna sjálfvirknivæðingar og breytinga þar. Þannig að ég held að það er margt sem að spila saman og styrkir umræðuna í þessa átt, að við þurfum að hugsa allt öðruvísi til dæmis allt sem að okkar velferðarkerfi sem er óbúslega mikið byrta og virkni á vinnumarkaði, að þegar og ef þessar breytingar verða sem að verið að ræða, hvernig erum við þá að fara að hugsa stöðu fólks og mun það breyta því hvernig við hugsum fólk sem að hefur skerta starfsgetu eða eins og þú segir, þessi sem að kannski minnst mega sín í samfélaginu. En ég held að þessi margt sem að svona kallar á það allavega, að við þurfum að hugsa öðruvísi heldur en við höfum gert fram til þessa. Það annar tónn eða svona annar þráður í þessari yfirlýsingu sem afmarkaðsvæðing vinnuaflsins, sem myndi líklega fela í sér að ef við tökum dæmi að konur sem hafa kannski verið að sinna fjölskyldu og ættingjum meira í starfsævinni, að eru með lægri lífeyrisréttindi heldur en karlmenn sem eru á vinnumarkaði, og þetta eiginlega það er töluverður munur á Íslandi vegna þess að það er stór hluta lífeyrisréttindunum okkar eru bundnir atvinnuþátttöku, þá það konan sem var kannski helmingi meira heima með þriðjungi lægri lífeyrisgreiðslur heldur en karlinn, þó það hefur kannski unnið sambærilega vinnu. Og það ýmislegt svona tónn sem í þessari yfirlýsingu líka, sem raunverulega að fara að meta raunverulega bara framlag fólks til samfélagsins en ekki bara framlag fólks til
vinnunar. Má ég skjóta þessu á þig, Elmar? Já, ég nefnilega algjörlega sammála þessu vegna þess að eitt sem COVID hefur varpað ljósi á það sem kallað í yfirlýsingunni nauðsynlegt vinnuafl. Þetta rosalega áhugavert vegna þess að í Bretlandi hefur þetta verið kallað key workers, Bandaríkjunum þetta oft kallað essential employers eða eitthvað svoleiðis, employees. Og það sem svo áhugavert við þetta hugtak að þessu var bara svona slengt fram í ólíkum löndum á ólíkum tímum og það var misjafnt hvernig þetta virkaði í hverju landi fyrir sig en fólk átti bara allt í einu að búa til einhverja hugmynd í kollinum það hver flokkaðist undir þessa skilgreiningu og fólk fór að rökræða þetta rosalega mikið og þar sem ég vinn núna á Írlandi þá kom loksins daginn eftir listi yfir þá sem nákvæmlega falla undir þessa skilgreiningu. Svo fór fólk að rífast þetta og ég meina þetta í raun bara frábært nýtt tækifæri að ræða það hver partur af nauðsynlegu vinnuafli en það líka áhugavert að þessu hafi verið slengt fram og af pólitíkusum til dæmis sem gerðu ráð fyrir að flesti myndu átta sig á því hverjir þetta væru vegna þess að núna þetta partur af raunveruleika okkar í hversdeginu af því að við vitum það, við sjáum alveg hverjir þurfa að halda þjóðfélaginu gangandi á svona miklum rauna tímum og við höfum ekki þurft að átta okkur á því eða þola það mjög lengi með þessum hætti og það einmitt sýnir svona hvað það mikilvægt að líta á þetta sem ákveðna svona stéttabaráttu vegna þess að þetta bendir á stéttamun og mun á milli kynja, mun á milli umönnunarstéttar, mun á milli þeirra sem geta unnið heima og hinna sem geta það ekki. Já, og þetta, þeir sem lenda á þessu lista mikið fólk sem tiltölulega lágt launað, eða það ekki? Á öllum þessu listum? Einmitt. Og ég ætla ekki að vera of stríðin en ekki þetta ykkar lenda á þessu lista? Það var ekki heimspeking og kynjafræðing og sagfræðing, ekki allavega ég sagði það ekki. Ég held að þyrfti eitthvað mikið skrítið að gerast til þess að ég lenti á lista yfir nauðsynlegt vinnuafl en hins vegar held ég að konan sem sér að þrífa hérna hafi lent á þessum lista sem ekki með nema brot af laununum vinnur hjá verktakafyrirtæki sem bauði bara lágt í að þrífa sem þýðir náttúrulega að hún þarf ekki bara að þrífa, hún þarf helst að þrífa á hlaupum ef hún á að komast yfir það sem hún á að gera vegna þess að hún var ekki spurð þegar verkkaupin samdi verklýsinguna hvað væri hægt að komast yfir og hún að erlendum uppruna og hefur fá tækifæri kannski hún hámenntuð, ég veit það ekki ég hef ekki rætt við hana en hún náttúrulega í algjöru jaðarstöðu þannig séð hún og hennar hún birtist í væntanlega í bókhaldsbókunum bara sem svona einhver hagstæð dálítið langt í að hún eigi þar andlit og nafn sem manneskja. En Háskóli Íslands hefur verið gagnrýndur einmitt fyrir að skipta við starfsmannaleigur. Það var fólk sem að vinna í Hámu sem var með svona mjög veik ráðningarsamband, var rekið á vorin og ráðið á haustin til þess að öðlaðist ekki svona sterk réttindi. Já, það reyndar Félagsstofnun stúdenta ekki háskólinn en það er einhver síður gagnrýnivert og háskólinn hins vegar ræður selur út þrifin og eins og Ólafur Páll nefnir að þá er fólki sem að þrífur hjá okkur það hefur aldrei fengið dag til þess að vinna heima eða sleppa því að mæta í vinnuna sem við höfum getað valið núna síðustu 2 mánuðina hvort að við vinnum heima eða mætum á skrifstofuna. Þau þurfa að mæta og þrífa hverjum degi vegna þess að þrifin hafa orðið ennþá mikilvægari heldur en þau voru áður en að þetta smitt fór að berast. Og þetta er sannarlega fólk sem að við megum ekki missa megum ekki við að missa úr vinnu og sýnir kannski best einmitt að hversu nauðsynleg þeirra störf eru en kannski en eitt svona ég veit ekki hvort að við sem skrifum undir þetta, Ólafur Páll nefndi líka að þau ekkert spurð, þau ekki ráðningarsambandi við stofnunina sem í raun og veru þau þjóna. Við sem að skrifum undir þetta allavega sem erum við Háskóla Íslands, við erum í fyrirbæri sem heitir jafningjastjórnun sem kannski kemst einna næst því að nafninu til að vera
þetta lýðræðisvædda stjórnunarfyrirkomulag. Við kjósum deildarforseta og kjósum rektor og svona höfum ýmislegt það að segja hvernig okkar vinna rekin, en einmitt flest fólk hefur það ekki. En við erum þá kannski einmitt í stöðu til að benda á það sem gæti verið kostirnir við þetta fyrirkomulag. En í byrjun þá töluðu háskólann sem að hann hefði verið svona markasvæðingin hefði náðum til lands, breytt náminu, breytt hugmyndum tilgang hlutverk háskólans í samfélaginu, breytt kannski hugmyndum tilgang ykkar sem starfsmenn háskólans. Getið þið aðeins lýst þessu, hvernig er þetta að brjótast út úr þessu? Þarf að endur þessa háskólan eða búið til eitthvað gera nýtt? Já, ég held og það svo sem svo vinna farin í gang, að það svona við viðleitni til þess að sporna með einhverjum hætti við fótum. En það alltaf spurning aftur, þú ert að vinna innan kerfis, hvað í rauninni kemur út úr því. Þannig að það held ég að valda okkur öllu svolítið svona hugar angri í rauninni, hver verður niðurstaðan. Svona þegar þú ert í svona lappa upp á eitthvað sem að kannski að einhver leiti komið að fótum fram, hver verður niðurstaðan út í. Það er líka áhugavert við þetta ástand sem ríkjandi hér, að það hefur dregið fram einhvern veginn svona og ýkt upp alla misskiptingu í rauninni bara hvað sem í samfélaginu og líka í Háskóla Íslands og náttúrulega kannski mjög gott dæmi það að kvenkyns akademískir starfsmenn hafa þurft að náttúrulega verja miklu meiri tíma í umönnun barna og foreldra. Og síðan náttúrulega kerfið þannig uppbyggt að við þurfum að sinna okkar rannsóknum og við þurfum að skila inn okkar rannsóknastigum sem að verði þá vantarlega eftir svona 2 ár að þá kemur það í ljós að konur innan háskólans og aðrir sem eru í svona miklu umönnunarhlutverki hafa hrapað í stigum. Þannig að þetta er kerfislegt vandamál, þetta er ójöfnuður sem byggður einhvern veginn inn í kerfið, þannig að það líka það sem er áhugavert og líka hefur kannski svona, veitt gagnrýnisröddum byrjandi báða vangi, menn þetta hefur náttúrulega afhjúpað hvernig að gæðum misskipt. Geida var að segja að þegar þið komist upp að þá fundi ný mælistekka til þess að sýna að þið séu ekki alveg, bara dæmi það. Þetta sem Íris var að segja, við þurfum ekki að bíða í 2 ár, þetta er bara þegar komið fram alþjóðlega að konur tímarit og talsvert færri greina núna frá konum síðustu mánuði heldur en á sama tíma í þeirra heldur en það gengur og gerist, en fá hins vegar fleiri greinar frá körlum. Þannig að karlarnir hafa meiri tíma til að skrifa og konurnar minni í þessu ástandi. En það líka önnur mismunun, nú ég orðinn prófessor og á uppkomin börn, þannig að fyrir mig var þetta frekar þægilegt, ég þurfti ekki að vera með smá börn heima, en akkurat fólki sem stíga sér fyrstu skref í akademíunni, með ung börn, jafnvel unga börn á heimilinu, á mestundu því einmitt að ná að fá einhverja birtingar vegna þess að framgangur í kerfinu byggist á því að hafa birtingar og að fá fastráðningu og svona. Þannig að þau sem aftur, þannig við tala mismunum milli karla og kvenna, þannig líka mikil mismunum milli þeirra sem eru, búin að koma sér fyrir í kerfinu og hinna sem eru nýir í kerfinu. En hugmyndin háskólaborgaran sem eitthvað sem hefur fjárfest í menntun eins og talað ég held að BHM talið þannig. Sem þessi hugmyndum að maður verður svolítið varðið þetta hjá svona ungu fólki sem svona klára námið, að það finnur svolítið til þess að það með svona fjárfestingu, það svona passa sig á því að kannski ríf ekki kjaft í svona þáttum eða eitthvað, það geti skadað möguleika til þess að fá starf eða eitthvað, maður finni fyrir því, alveg sem maður finni fyrir því þegar maður tala við stúdenta, að ég svo gamall að ég man þann tíma að það að vera í háskóla var svolítið svona frí, svolítið svona geta bara að leita, jáfnvel að fólk var að leita sjálfu sér og farið út í heim og kynnst ýmsu og öðru slíku, en þegar maður að tala við stúdenta núna að taka þátt í einhverju starfi, þá þetta mest upptekna fólk á Íslandi, Það svo upptekið að það ekki hægt að lýsa því, því það bara deadline og að vinna fyrir prófessorinn og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það líka eins og háskólanir, þetta álag sem innan háskólanir, ég velta fyrir mig hvort að það sé
hluti af þessu sem að þið kallið markaðsvæðing, álaga og fólk. Já, og stúdentaráð hefur mér bent á það líka eins og varðandi námslánakenna og við finnum það þetta sem kennarar að sko flestir okkar nemendur eru í vinnu og sum hver í fullri vinnu og auðvitað bitnar það á námið þeirra og svona hugmyndum námið. Og ég finn líka því ég var í háskólanum í kjölfar hrunsins og þá fylltist háskólinn af nemendum og það var mjög svona ánægilegt að mörgu leyti og ég fann á mörgum að þarna höfðu tækifæri til að afla sér menntunar, fólk sem hafði sko kannski verið svona með það í maganum í einhver ára, fá tækifæri til þess að þarna kom það tækifæri en á sama tíma var líka mjög mikið af nemendum sem að sko var komið inn í háskólana því það hafði í raun engin önnur úrræði og hafði engan áhuga að vera þar og hefði í raunni þurft að fá annað tækifæri til þess að svona vaksa og finna hæfileikum sínum farveg. Þannig að það er líka áherslan á menntun, hún er auðvitað svona jákvæða mörguleiti en að sama skapi er þetta farvegur sem að hentar ekki öllum og þá ætti að vera til farvegur sem er í rauninni á sama plani. Það eiga að vera til margir samhliða farvegir. Þannig ég finn ég með aðeins í maganum, ég hugsa til þess að það munur fjölga fólki í háskólanum í haust og hversu mörg af þeim verða svona bara því að þau hafa ekkert annað og það hefur síðan mjög slæm áhrif bara í nemendahópinn. Þannig að þetta snýst þá líka að það sé ekki alltaf eins og oft talað það sé bara einhvern veginn svona eitt úrræði, ein leið, að það þurfa að vera mörg úrræði og margir farvegir. Ég held að þetta sem að við nefnduðu þessar í rauninni auknu kröfur afköst sem að náttúrulega koma með þessu mæli einingakerfi og því og svona að það eru afköst og framleiðni að í rauninni þá ganga þér svolítið gegn eða svolítið mikið gegn þessari svona klassískari hugmyndu háskólaborgaran. Það er að segja að það verður einhvern veginn ekki lengur tími til þess að hugsa eða hvað þá hugsa djúpt og sem að má náttúrulega kannski í rauninni líka segja sé svolítið bara andvísindalegt að hafa ekki næði og tíma til þess að svona velta hlutunum fram og tilbaka og eða bara grafa dýpra. En þáttaka í umræðinni nú því að stíga fram og koma með bara manifesto, róttækt lýsið í yfir að við munum ekki forðast umhverfisvána nema að taka völdin af kapítalistunum, það stendur eiginlega þarna. Hefur þetta áhrif á stöðu ykkar í háskólanum að senda ráðandi öflum einhverjum með þessum hætti? Búum við ekki við eitthvað sem heitir akademískt frelsi? Ég veit ekki. Ég spyr. Getið þið sagt þetta því að þeir eru búin að fá ráðningu ef þið væru núna að bíða eftir því hvort þið fengið lektorstöðu, myndu þið hugsa ykkur tvisvar áður ef þið segðu þetta? Já, einhver okkar ennþá á 5 ára reglunni. Fyrir ekki það. Já, ég talandi þetta, þá er ég akkurat að vinna rannsókn þar sem ég er á samstarfskonunni tapar hæstra, þar sem við erum að skoða einmitt femíníska aktivista í akademíu og það er einmitt ræðu mikilvægi þess að það sé mikilvægt að tryggja stöðu sína, einmitt eins og Silja er að lýsa, hún er ennþá að skilorði, en þetta að fá fastráðningu, vinna sig upp í kerfinu af því að þá í rauninni hafa verið meiri möguleika á að láta þér kveða. Þá ertu kannski búin að klifra svo lengi upp innan kerfisins að þú hefur ekkert að segja að þú kemur upp á toppin. Það er enginn þeirra sem ætla að breyta kerfinu innanfrá, er það ekki? Já, ekki, þessar konur sem að við tókum viðtöl við að þær voru ennþá, flestar eru ennþá brennandi og ennþá að beita sér með ýmsum hætti. En almenna þáttöku háskólaborgara í umræðinni. Þetta er oft sagt, einu sinni voruð með rektor sem hafði þetta sem eitt stórt erindi, eða ekki? Talaði mikið þetta, að skylda háskólaborgara að taka þátt í umræðinni. Ekki endilega til þess að fræða, heldur bara til þess að taka þátt, Ég er ekki að tala stundum að tala það eins og
Háskólaborgar eigi að mennta alþýðuna, heldur ég held að það verið talað svona bara þáttöku. Og ef að háskólinn getur ekki verið eitthvað hreyfiafl í samfélaginu, þá bara leggja niður, sko. Þannig að við þurfum að vera hreyfiafl og sko, þó að við séum inn í svona að mörguleyti með markaðsvæddu kerfi, þá höfum við samt, held ég, miklu meira frelsi heldur en margir aðrir og við höfum líka meira næði heldur en margir aðrir til þess að hugsa þessa hluti, tala saman þá og þá stíga fram með einhver sjónarmið sem eru ígrunduð eða stíga fram, ekki endilega bara til að setja fram sjónarmið, heldur bara til að taka þátt í umræðu, reyna að halda upp einhverju umræðu og þannig að, og ég heldur reyndar að sko þessi háskóli sem við höfum hér á Íslandi, Háskóli Íslands, hann að mörguleyti bara sko mjög góður sem slíkur og það eru margir aðrir háskólar erlendis sem maður séð sko þar sem það er miklu meira vinnuálag og miklu svona, hvað segir maður, bara harðar keyrt á kennslu og birtingum og svona og á magni og frekar en gæðum. Þannig að ég held að sko við höfum að mörguleyti fínan háskóla hérna en hann samt sem áður langt frá því að vera gallalaus og en eina leiðin til þess að bæta hann held ég að bæta hann innanfrá. Sko þetta kannski svolítið mótsögn að þau sem eru bestri stöðu til þess að hafa áhrif á skólan eru þau kannski sem hafa komið sér best fyrir í skólanum. En þess vegna þurfum við líka þá að hlusta á allar raddir innan háskólans og að því við vorum að tala áðan svona mismunun innan skólans þá erum kannski vert að nefna til dæmis bara doktorsnema sem eru bara mjög mikilvægi samstarfsmenn allra akademiskra starfsmanna í háskólanum en þeir hafa alveg ömurleg kjör, vægast sagt og bara lítil réttindi og þeir eru sko ef svo má segja, kannski fara næst í að vera markaðsvætt, sko, bara mannauður eða, þannig að hafa ekkert endilega mjög mikið frelsið, þannig að þetta misjant, sko, en þau eru ansi hart keyrð. Gleymum heldur ekki stundakennurunum, að stór hluti kennslu í Háskóla Íslands keyrðar áfram að stundakennurum sem að, sko, ekki einu sinni í stéttarfélagi. Það er enginn sem semur fyrir þeirra hönd hafa enga aðkomu í samningum. Þannig að það vissulega, þótt að Háskóli Íslands sé betri en margir, það vissulega margt sem má betur fara og alveg mörg dæmi þessa að hann hafi orðið markaðsvæðingunni að bráð. Já. Ég spurði ykkur svolítið þessi svona vatnaskil sem eru og því að við svolítið tekið undir að þetta geti leitt til góðs og nú sé tækifæri til þess að koma á hugmyndum á framfæri. Mig langar að spyrja ykkur svolítið kannski hvernig það höfðar við hverjum sem svona persónu. Er það þannig að þegar við upplifum svona tíma að þá sé ákall, ef ég má spyrja þig bara Elmar, ákallið þín að taka þátt, að með því að taka ekki þátt í umræðunni á svona áskatímum, getum við kallað, að þá sértu svona svindla eða ræna aðra þinni þáttöku. Ber okkur skylda til þess að stíga fram og taka þátt? Já, bara alveg eins og Ólafur Páll var að segja áðan, þá trúi ég því að okkur beri skylda til þess að taka þátt í almennri umræðu ef við höfum sjónarmið sem við trúum að séu rétt og góð og viljum þá ber okkur skylda til að koma þeim á framfæri, sérstaklega háskólaborgarar sem geta margir hverjir oft verið samt viðkvæmri stöðu, sérstaklega þeir eru snemma á sínum ferli og svoleiðis og það er mikið til í því og maður finnur alveg getur fundið fyrir því að það sé erfitt að stíga þannig fram en samt er þessi skylda til staðar og ég held að hún eigi bara eiginlega við alla í lýðræðislegu samfélagi þannig að ég get ekki nema bara tekið undir það. Það væri náttúrulega æskilegt og gott ef fleiri tækju þátt og fyndu sér knúna til þess en einmitt til þess að gera það að verkum þá þarf fólk að hafa einhvers konar bakgrunn og oft menntun og sjálfstraust til þess að geta tekið þátt í almennri umræðu. Það er ekkert allra að gera það
Þannig að, og þegar eins og sérstaklega bendir á svona miklum furðulegum tímum eins og við lifum í dag, þá finnst mér einmitt að sem flesta raddir þurfum við að fá að heyrast, raddir frá ólíkum stéttum, ólíkum hópum og nauðsynlegu vinnuafli og svo framvegis, af því að hver og einn að upplifa þessa atburði í sínu horni miklu meira en áður, af því að við erum beinlínis í einangrun hvert frá öðru á hátt sem við höfum ekki upplifað áður. Þannig að fólk þarf að tala og maður þarf að heyra. Eitt gott dæmi það að við erum í svona smá fjölmiðla búblu, við heyrum rosalega mikið fréttir frá Bandaríkjunum og Evrópu, en miklu minna fréttir frá fátækari ríkjum. Pakistan rosalega gott dæmi, þar sem ég hef lesið að læknar voru eitthvað að reyna að mótmæla því að það væri ekki til, voru að kvarta vegna þess að það væri ekki til nógu mikill búnaður fyrir þá til þess að vernda sjálfa sig og sinna starfi sínu. Ég meina þar kom bara lögreglan með riffla á götunar og sagði bara þið verðið að halda áfram. Þetta miklu alvarlegra mál heldur en víða annars staðar, að minnsta kosti að því leyti að þetta varðar aðgerðir valdhafa gegn borgurum sínum og þar ákveðið val hvað við gerum. En að öðru leyti þetta náttúrulega sérstakir tímar af því að við náttúrulega vitum bara ekki hvernig í ósköpunum við ætlum að leysa úr þessum vanda. Þessum erfiðir, það fylgir með, óvissan fylgir háskanum. En það var einmitt út af þessu sem að mér langaði til þess að fá okkur við rauðaborðið, af því að mér finnst þið eiga heiðurskilið að stíga fram og leggja ykkar til, og sérstaklega því það gert með svona, sem ég hef sagt með róttækum hætti, sem að þetta ekki svona. Þetta djarft innleggin í umræðina og það verður að segja, og ég vona að þetta hafi áhrif og þetta fari víða. Mér finnst leiðilegt að geta ekki boðið ykkur meira heldur en bara þetta spjall við Rauðatorgið sem streymt út á Facebook, en það búið til meðal annars út af þessar nauðsyn sem Elma var að tala og það nauðsynlegt á þessum tímum að við tölum saman og því miður það þannig að meginþörfum fjölmiðlarnir hafa kannski ekki sinnt í, kannski hafa ekki getað það því þeir svo upptínir af því að boða svona ákvarðanir stjórnvalda og það vantar kannski svona hina almennari umræðu þar inn. En ég þakka ykkur fyrir komuna, Eyja Brynjarsdóttir, Íris Ellenberger, Gyða Margrét Pétursdóttir, Ólafur Páll Jónsson, Silja Bára Ómarsdóttir og Elmar Geir Unstursson, kærlega fyrir. Og hlustendum þakka ég fyrir að hlýða á þetta samtal okkar. Á morgun höldum við því áfram klukkan 8 á þriðjudagskvöldi. Við sjáumst þá. Takk fyrir.